Komið sæl. Það er nú svona verið að mestu leyti skýjað á landinu í dag og vindátt hefur verið smá saman verið að breytast. Hún var orðin norðaustlægari þegar leið á daginn. Og þetta hefur náttúrulega áhrif á hitatölur til að mynda og ekki var hiti að mælast í svipuðum hæðum og í gær. Fór í tæp 17 stig en gerði það nú á suðvesturhorni landsins og þar með talið á höfuðborgarsvæðinu. En við sjáum hér lægðasúpu í kringu landið klukkan 18 í dag og það eru nú svona hringsólaðin sína í kringum þyngdarmiðju sína þessar lægðir en vindáttin hér verður norðlæg á morgun og síðan svona þegar hallar að kvölda á morgun þá fyrir vindur smá saman að ganga niður og það byggist loftistingu verið hækkandi og því svona sæmilega bjart veður allan á sunnan og vestanlands þegar komið inn á helgina. Við sjáum hér kalda tungu sem er nú ekki mikil sig en hún skríður hér til suðurs yfir landið og verður svona að mestu liti úr sögunni hjá okkur síðdegis þá á morgun en hitatölur kannski ekki alveg ekki viðbúið að nái sömu hæðum næstu daga eins og verið hefur að undanförnu ekki allavega ekki líklegt að við séum að fara að fá 20 stiga hita en á nærstöðinu þá sjáum við að það er nú svona dálítið strekkingsvindur í þessu núna klukkan 19 allan úti fyrir norðurströnd landsins það er vindur hér þegar sunnar er komið en það eru svona litlir úrkomuflekkir bæði á norðausturhorninu sem á hér suðvestan til og við sjáum að þegar líður á kvöldu og nóttina þá kemur allur svona ákafari úrkomubakki inn á norðurströnd landsins og gerum svona mest skildandi á norðvesturhorninu og síðan svona þegar líður á morgundaginn þá svona dregur nú úr úrkomi og vindi einnig. Þetta er á staðan klukkan 14 á morgun, við sjáum að hitatölu hér sunnan til, á suður og suðausturlandi verður nú sennilega sólríkt á köflum og hiti getur verið að ná þar hæst í svona 15-16 stig á morgun en ósennilegt að hann nái víða yfir 10 stigin fyrir norðan og liggi sennilega nær 7-8 stigum allan úti við ströndina. Og síðan þróunin fram til laugardags og sjáum við að það mun smá saman svona draga úr vindi og úrkomi norðan til á landinu en það loftþrýstingur að fara hækkandi og þegar komið fram á miðjan dag og laugardag þá sjáum við það nú sólamestu leyti sunnan og vestan til á landinu eitthvað getur ringt lítillega á köflum norðanlands hið minnsta og hitatölur gætu verið að fara í þetta 18-19 stig hér sunnan til á landinu en áfram verða nú og undir 10 stigum á Norðurlandi. Og þróunin síðan fram til sunnudags þá breytist nú svona vindátt hægt og bítandi aðfara nótt sunnudags og þegar líður á sunnudaginn það kemur lægð þá og skil hér upp að sunnanverðri suðurströndinni sérstaklega mun nú rigna frá þeim skilum hér á Suðausturlandi en þegar líður á sunnudaginn þá er nú orðið allan að bjart veður hér vestan til á landinu og vindátt aftur orðin norðaustlæg en eftir helgi að þá ætlar svona veður að haldast í sama forminu eða mótinu getur við sagt það suðaustan eða austanátt tiltölulega stillt veður og þurrt allan að fram eftir mánudaginn en viðbúið að muni sem þykna upp á mánudagskvöld því að næstu skil koma inn aðfara nótt þriðjudags. Og við sjáum að það eru skúraleiðingar nokkuð víða á Bretlandseyjum og í Skandinavíu líkt og í dag það er að spáum fyrir morgundaginn en er ríkjandi hæðasvæði hér yfir Mið-Evrópu hiti í kringu 30 stigin þar og jafnvel fann að nálgast 40 stigin ef á gott ef ekki fara að slá sums þar yfir 40 á suður Ítalíu og hið sama á við Íberíuskagann, það er nú þetta 25-30 stig í Portugal en á Spáni hitatölur almennt séð yfir 30 stigum. Norðlæg átt á Kanaríeyjum, sólríkt en geta dottið stöku skúrir á Tenerife og í Norður-Ameríku þá er hiti 30-35 stig hér í Suðurríkjunum, fer yfir 40 í Arizona og skúraleiðingar í miðríkjum Kanada og hiti rétt yfir 20 stigum. En skulum segja þetta gott að vera í dag, verið sæl.